Við ætlum að ræða húsnæðismál sem búið að vera í ólestri eiginlega svo gott sem frá hruni og það hefur alltaf verið kröfur á stjórnvöldum einhverja aðgerðir og ég held að verða að segja að stjórnvöld hafa brugðist við með veikum hætti og það eru komið kröfur víða náttúrulega frá bara almenningi en líka á verkalýðshreyfingunni að það vanti átak og við höfum fylgst með þessu að það vantar svona margar íbúðir og svo vantar svona margar og það vantar alltaf fleiri og fleiri íbúðir þannig að þrátt fyrir margar glærusýningar eins og sagt var það eru bæði borgaryfirvöld og ríkisstjórn hafa verið með alls konar kynningar aðgerðir og lausnir sem ættu að leiða til betri stöðu ódýrs og öruggs húsnæðis fyrir fleiri að þá þetta eiginlega allt á öfuga leið. Það vantar sífellt meira húsnæði, afleiðingar húsnæðiskreppinu verða alvarlegri á almenning og húsnæði verður dýrara, vextir eru hærri og færri hafa raunverulega efni á því að koma sér þakki yfir höfuðið og leigu verið þakkar. Þetta ekki fallegt. Ég fengi hérna Ragnar Þór Ingólfsson sem í sérstökum átakshópi ríkisstjórnarinnar til að laga þetta. Það ekki smáraði sem að þú ætlar að laga. Þetta var bara rétt mynd sem ég var að gefa að. Þetta búið ófremdur ástand við getum bara að fara að segja áratugum saman. Já, og í sjálfu sér hefur húsnæðismarkaðurinn hér á landi verið mörguleyti blóðdrifinn yfir áratuga skeið og það sem að kannski hefur komið verst niður á svona sérstaklega lágtekjufólki og lægri tekjuhópum eru þessar gríðarlegu sveiflur sem hafa á sér stað sem hafa verið manngerðar sveiflur sem hafa endað með miklum ósköpum allt frá því að 90 eða 100% lánum voru veitt hérna sem sagt upp á 2004 sem var síðan aðdragandinn erunni upphafið af miklu vanda Íbúðalánasjóðs eða þessara ígjaldssjóðs og þessara HL-bréfa sem ríkisstjórnin er að gera upp núna. Stórfelld hagstjórnarmistök sem kosta almenning 100 milljarða. Já, alveg bara gríðarlega sorglegt dæmi og það kannski sem sorglegt við þetta núna er að ríkisstjórnin núna og bara kannski síðustu 1-2 ríkisstjórnir sem reyndar bera ábyrgð á þessu máli að einhverju leyti þó þau sé að reyna að leysa það líka að þetta mál notað í alls konar tilgangi til þess að gera til dæmis samfélagsbanka umræðuna eða véfengja hana líka þessum einhverjum móti saman viðskiptaráð hefur talað það að stuðningur stjórnvalda hins opinbera við óhagnaðardrifin íbúðarfélög og lán húsnæðis og mannvirkjastofnana til þess að ýta undir fjárfestingu óhagnaðardrifina félaga sé eitthvað tengt slíku máli. Þú vil ekki að þetta sé afleiðing af raunverulega einkavæðingu íbúðalánanna þegar bankarnir tóku yfir og Íbúðalánasjóður var skilinn eftir þar sem að menn greiddu upp láni í honum og hann satt eftir út af stórkostlegum mistökum með þessi lán þar sem að hann þurfti að borga hærri vexti og hann að fá neina vexti inn. Já, stóra hagstjórnarmistökin varandi Íbúðalánasjóð er auðvitað hann fjármagnar sig með því að gefa út skuldabréf sem ekki uppgreiðanleg lána síðan út á ákveðnu kjörum út frá því. Og ítt undir hjá stjórnvöldum að við munum hennar tíma þegar ég held að verið Kaupþingbanki sem réðst fyrst svona inn á að taka yfir raunverulega íbúðalánin af Íbúðalánasjóði. Það var gert með velvilja stjórnvalda þrátt fyrir að þetta væri búið að benda á það að þetta væri hættan. En grundvallar mistökin eru að sjóðurinn læstur í annan endan, það er að segja hann fjármagnar sig með óuppgreiðanlegum skuldabréfum og lána síðan út með uppgreiðanlegum lánum sem voru reynda með einhvers konar uppgreiðslu ákvæð með slíku en síðan bara myndast þetta misræmi samhliða uppgreiðslulána meðal annars út af því að bankandi koma inn á markaðinn alveg óheft og undirböðu Íbúðalánasjóð. Já, og þetta er svona hryllilegum afleiðingum, þeir fóru á hausinn, bjuggu hér upp fasteignabólu sem leiddi til þess að fjöldi fjölskylda misti heimili sitt. 1000 fjölskylda fóru undir hamarinn og töpuðu aleigunni og þakki yfir höfuðið og þekkja auðvitað margir þá sorgarsögu
og síðan auðvitað gerist það að síðan er búin til önnur bóla hérna sem sagt fyrir örfáum árum síðan þegar vaxtastig fer hérna niður í áður óþekktar stærðir eða stýrivextir farin í 0,75% og fólk er talin trú að lágvaxtastefna sé komið til að vera. Þarna hefur risastór kaupendahópur allt í einu aðgang að fasteignamarkaði hefur kemst í gegnum greiðslumat fjárfestir í húsnæði eftirspurnin verður áhlaup á þess að framboðið haldi í við og síðan hefur í sjálfu sér og það gerir það verkum að fasteignaverð ríkur hér upp úr öllu valdi á örskömmum tíma. Síðan stöndum við núna uppi með þá stöðu að síðustu ár hefur okkur engan veginn tekist að hvorki byggja rétt eða það íbúð sem eftirspurn eftir og sem líka að halda í við bæði uppsafnaða þörf og síðan þörf bara í samhengi við fólksfjölgun og sem eru þetta eitthvað, samkvæmt greiningum HMS, þetta 4-5.000 íbúður ári. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun var með að benda á það núna fyrir í vikunni bara, eða í síðustu viku, að á þessu þéttingarreitum sem nú hérna, við erum í Bólholti, við erum í orkureitnum og þar seljast ekki íbúðir. Þetta eru íbúðir sem hafa gengið í gegnum mikið lóðabrask, ég held að það verið Mixa sem hafi verið að benda á það að þarna væri líka 22 milljónir sem væru bundnar inn í hverja íbúð áður en að nokkra framkvæmdir eru hafnar. Þannig að þeir sem að kaupa þessar íbúðir að þeir taka á sig klafa upp á 22 milljónir. Hluta því var reyndar svona lóðagjöld og svona sem að rendu til sveitarfélagsins langstærsta hluta bara afleiðing af lóðabraski sem að þær fjölskyldur þurfa svo að borga ævin á enda. Já, og þessar upphæðir eru vel þekktar stærðir og við höfum bent á þetta árum saman og það eru þó nokkuð tímið sem við fórum að sjá kostnað per íbúð fara vel yfir 20 milljónir við tökum bara lóðaverð og pluss fjármagnskostnað og það er ekki bara í kringum braski, heldur líka bara út frá uppboðsleið ákveðna sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og nefni ég dæmi bara eins og Kópavog og Garðabæ sérstaklega Kópavog, þar sem að lóðir og byggingaland er selt hæstbjóðanda og að virðist án mikill að skilja þetta þýðir einfaldlega og sjáum við mitt þessar tölur að það eru nánast útilokað að byggja íbúður nema það séu komið vel yfir miljónkall fermetrinn. Á þéttingarreitum er líka annað vandamál sem snýr þá bara að til dæmis fáum bílastæðum, 0,4-0,7 bílastæði per íbúð og þeir sem að leita sér að húsnæði í hærri verkkantinum horfum auðvitað til þess að geta lagt bílnum eða vera með aðgengi að bílakjallara og jafnvel bílastæði fyrir fjölskyldu til þess að geta komið í heimsókn. Þetta er líka ákveðið fælingamáttur en stærsta vandamálið í þessu er að það er ekki verið að byggja þær íbúður sem að markaðurinn er að kalla eftir, fyrir það fyrsta og þetta eru allt og dýrar íbúður. Þetta er í sjálfu sér, þú veist ekki þetta flokka þetta, ég flokka þetta ekki undir luxusíbúður með það sem við til dæmis í Bjargi höfum verið að byggja. Það er erfitt að horfa á einhverju íbúður sem að standa við mjög fjölfarnar og stærstu umferðaræðar borgarinnar sem einhverja luxusíbúður bara því að það er eikarparkett og gólfum eða einhver aðeins fínn innrétting. Þetta er bara nafn sem að þú getur keypt þér luxusíspinna en hann er ekki að setja luxus. Þetta er bara aðferð til þess að selja. Jú, þetta er ágætið sölutryggs. Já. En þetta er staðan að húsnæði verður alltaf dýrara. Æ færri hafa efni á að kaupa íbúðir og við sjáum það að það er íbúðir sem að seljast að fara í æ meira mæli til fyrirtækja eða þeirra sem eiga margar íbúðir fyrir, þannig að svona séreignarstefnan er augljóslega brotna. Æ fleiri komast ekki inn á að kaupa sér húsnæði og eru þá dæmd til þess að fara inn á leigumarkaðinn þar sem húsnæðiskostnaðurinn er enn hærri heldur en ef þau myndu sleppa inn. Þau standast ekki greiðslumann til þess að kaupa vegna þess að þau hafi ekki efni á að standa undir afborgunum en borga hærri leigu á leigumarkaði. Þetta er brotið kerfi. Þetta er mjög brotið kerfi og þetta er svona víðar, ekki bara á Íslandi að til dæmis þegar að verkefnið Help to Buy var komið á Bretlandseyjum
að þá var það mitt út af því að leiga var hún allt og há, fólk gæti ekki safna fyrir útborgun, verktakar treystu sér ekki til að byggja á lóðum sem þeir áttu þó fyrir vegna þess að höfðu ekki tryggingu fyrir því að geta selt. Það var markaður en kaupendur höfðu bara ekki eigið fé eða stuðning til þess að kaupa. Og úr því voru til dæmis hlutdeildarlánin þeim var komið að stað hér að fyrirmynd á Brellasegjum og við fórum svona kannski helst til meira skoskuleiðina þá en þeim var síðan breytt í meðferð þingsins og hafa síðan verið svona vallafugni fiskur með það sem það átt að vera. En það sem er verið að gera þó, það margt gott verið gert þó að markaðan sé vissulega brotinn. Það sem eins og staðan í dag varðandi þennan fjölda óseldra íbúða sem að maður sér ekki í sjálfu sér fyrir að komist út á markað nema verði annarkvort veruleg lækkun vaxta eða einhver frekari stuðningu að kaupa þær íbúður sem seljast ekki sem að ég mæli ekkert sérstaklega með að verði gert að þá gerir þetta líka verkum að þeir verktakar og þau fasteignaþróunarfélög og einkaaðilar sem að eiga þá það byggingarland og byggingarrétt fyrir þúsundum íbúða á höfuðborgarsvæðinu, þeir fara síður í framkvæmdir. Það þú veist með kannski lóðir eða byggingarrétt sem að búið að keyra svoleiðis upp fyrir hver einustu íbúð að það hálfa verið nóg ofan á háan fjármagnskostnað og svo framvegis. Þetta þýðir bara að menn halda sér höndum og staðan mun þá versna enn frekar. Óhagnaðardrifnu félögin eins og Bjarg og Blær sem að ég hef verið í forsvari fyrir þegar ég var innan verkalýðshreyfingarinnar og reyndar ennþá formaður Bjargs þegar að láta störfum núna á næsta ársfundi að þá hafa þau verkefni gengið gríðarlega vel bæði varðandi byggingakostnað, byggingarhraða módelið á sér fyrirmynd meðal annars til AAB í Danmörku. Þetta hefur gengið það vel að við höfum verið að fá töluverða athygli frá eins og viðskiptaráði sem að finnur því allt í forróttu að það sé verið að styðja við svona félög og kallar okkur einkaaðila og þetta sé bara fyrir útvalda þó að það sé auðvitað alveg skýrt mál að þeir sem að falla undir þær kríterjur að komast til dæmis inn í bjargíbúðafélag þar að segja varandi tekjur að yfir 90% af því fólki innan ASÍ og BSRB. Þetta eru tekjulægstu hóparnir sem eru í þessum tveimur stóru landssamböndum og við höfum líka verið, og það var ástæðan fyrir við fórum að stað með Blæ íbúðafélag, til þess að einmitt að útvíkka möguleika okkar til þess að byggja upp félagstælt eignaðíbúðakerfi, verður ekki bara að leigja út, geta höfða til fleiri hópa, ekki bara þá hópa sem innan ASÍ og BSRB, heldur fleiri hópa og víðari tekjuhópa líka, vegna þess að vandinn hefur verið að færast upp líka og við sjáum ekki mikla framtíð fyrir börnin okkar og þá sem voru ekki það heppnir að hafa komist inn á íbúðamarkað í síðasta lágvaxta skeiði. En minn viðskiptar á að þið byggja ekki félagslegt húsnæði vegna þess að þeir vilja að þeir sem að leigja hjá Bjargi séu á hinum almenna markaði þannig að svona almenn leigufélög, heimavellir og félagar, þeir geti þá grætt á viðkomandi. Já, þeir, eins og ég skil þeirra framsetningu að þá telja þeir að stofnframlögin sem að fara inn í almenna íbúðakerfi sem mikilvægur stuðningur og reynir forsenda þess að Bjarg gat orðið til að það sé eftirgjöf á kostnað skattgreiðenda, það sé áhættumikið og þeir tala HMS sem hefur verið að lána á svona hagkvæmari kjörum heldur en þekkist og líka til lengri tíma. Þetta var gert frá stríðslokum í öllum löndum í okkar heimsluta. Þetta eiginlega hefur hvergi gerst að hinni efnaminni fái öruggt húsnæði án einhver stuðnings hins opinbera. Já, og það þeir vilja bara ekki að þeir nefna mig fá örugt húsnæði. Já, þeir vilja þetta að markaðurinn hafi algjörlega yfirráð yfir þessum húsnæðismarkaði. Markaðurinn skapar ekki örugt húsnæði. Já, sjálfsögðu, þetta veit allt svona þokkalega skynsamt fólk að þetta auðvitað algjört bull því sem haldið fram, en það ber auðvitað svara því að
að allt tala það að þetta sé mikil áhætta fyrir skattgreiðendur, bæði varandi að lána óhagnaðardrifnum félögum og sem líka varandi stofnstyrkjakerfið. Þetta mun og hefur sýnt sig í þeim félögum sem að eru fyrirmyndir til dæmis Bjargs að hafa skilað sér margfalt bæði til samfélagsins og skattgreiðenda ef við setjum þá inn í gæsalappir. Bæði varandi stofnstyrkina að þeir eru auðvitað tengdir hlutarsverði íbúða og verða greiddir tilbaka eftir auðvitað langan tíma en verða búin að ávaxta sig margfalt og líka runni bara það sem okkur hefur tekist að lækka runni húsnæðiskostnað vinnandi fólks 150 skall á mánuði. Þeir sem slepp inn. Þeir sem slepp inn 100 til 150 skall á mánuði. Það nánast þetta tvöfalda þessa tölu til þess að horfa á hinn raunverulega ávinning út frá launum. Og þess vegna þetta svo þess kemur ekki óvart þegar viðskiptaráð annars vegar en þetta bara svo klikkuð framsetning og umræða á rauninni því þjóðþrifa máli sem að við höfum okkur hefur tekist að komast á þennan stað og þetta ekki stórt þegar við skoðum heildarmyndina. Það eitthvað 160.000 íbúðir á landinu öllu og Bjarg fór nýlega yfir 1000 íbúðir. Við erum búin að byggja réttur rúmlega 1300 íbúðir á síðustu 7-8 árum sem að ég myndi telja að það svona álíka stórt og breiðholtsverkefnið var á sín tíma. En það farið 1300 íbúðir álíka stórt og breiðholt. Upprunalega stærð breiðholtsverkefni þegar var samið breiðholtsverkefni á sín tíma þá var það 1275 íbúðir. Það urður alltaf miklu fleiri. Það urður þetta miklu fleiri. Það urður miklu meiri áhrif á bara húsnæðismarkaðinn í Reykjavík heldur en Bjarg hefur ennþá haft. Þá kemur kannski spurninga þegar oft verið að tala Bjarg. Og það var samið Bjarg í kjarasamningum fyrir 10 árum 2015. Og ég var að lýsa vandanum sem þörfin á húsnæði og það hefur bara aukist og svo hefur fengið flóttafólk frá Úkraínu og við fengið Grindavík og fleira inn á það sem hefur bara gert þetta alltaf ennþá verra og verra. Þannig að í öllum þeim vanda sem að þá Bjarg bara örlítill hluti og þess vegna greip ég fram fyrir og sagði að þeir sem sleppa inn því að þó svo að þeir sem að hafa fengið útlutað hjá Bjargi hafa geta lýst áhrifunum á svipaðan hátt og fólk sem fekk inn í verkamannabústum á sínum tíma sem bara hamingjudagur í lífi margra fjölskyldna að sleppa það inn að þá eru miklu fleiri og þeim fjölgar meira heldur en 1000 eða 1300 sem eru út á hinum óhefta leigumarkaði sem grefur undan lífskjörum fólks og þeim fjölga meira heldur en 1300 frá því að Bjarg byrjaði. Já, bara mánaðamótin síðustu þá voru biðlistar, kennitölur, þá var ég að tala greiðandi kennitölur, eða við erum með lítið svona áskriftagjald, að þar voru 3800 hjá Bjargi og þetta eru þetta ekki allir sem að komast inn á biðlistan bara út af þeim takmarkunum sem eru þá bæði varandi tekjur og sömuleiðis líka félagsaðild. Biðlistin hjá Blæ held ég hafi verið komin nálægt 1000 bara einhverjum mánuðum eftir að við fórum á stað með það verkefni. Þar eru bara 10 íbúða. Já, eins og komið. Við náttúrulega erum einhvers stað þar að byrja og en góðu fréttirnar eru þær að með nýjum meirihluta í borginni að það náðist að skera ákveðin hnút með uppbyggingu í Ólafsárdal og það komin vinna núna í gang með aðkomu BSRB og Alþýðusambandsins og borgarinnar og fleiri aðilum, meðal annars lífeyrissjóðunum sem eru að komi núna fullt í að þróa það verkefni áfram sem í sjálfur sér alveg ný hugsun í uppbyggingu hverfa og innviða til þess að taka líka á ákveðnu vanda sveitarfélagana varðandi skuldbindingu út af innviði uppbyggingu samhliða byggingu nýrra hverfa. Og ég bind mikla vonir við að þetta verkefni komist á stað og þarna eru að tala einhvers 1000 íbúða og sömuleiðis líka ríkisstjórn sem að mikið í mun að leita allra leiða, bæði varðandi ríkislóðir, breyta ríkiseignum eða eignum sem að hægt að mögulega breyta í önnur búsetuform eða íbúður og sömuleiðis líka Hvað áttu við með því? Já, bara til dæmis að breyta bara til dæmis stofnunum eða eldri stofnunum að breyta þeim í íbúðir
Það ekki endalaust störf á skrifstofurými og við erum bara í rauninni að líta í öll horn, gera allt sem við getum til þess að flýta ekki bara uppbyggingu, einhvers konar uppbyggingu, heldur uppbyggingu sem að gerð í rauninni á þeim forsendu sem að markaðurinn kalla eftir, á forsendu þess sem að við köllum hagkvæmt, örugt og gott, heilsusamlegt húsnæði á viðráðanlegu verði. Þú sagðir að verið hoggið á hnút í Reykjavík. Hver var sá hnútur? Sá hnútur var í sjálfu sér sá að við höfðum reynt að fá Reykjavíkborg með okkur í lið varðandi þessa hugmyndafræði og aðkomu lífeyrissjóðanna og þetta búið að vera í sjálfu sér vinna sem að ég tók virkan þátt í árum saman að teikna upp. Það hafa orðið framfara skref. Lífeyrissjóðarnir komu inn á markaðinn reyndar í gegnum fjárfestingarsjóð og keyptu Heimstaðinn sem heitir núna Ívera. Ekki kannski svo leið sem að ég hefði óskað en þeir eru komnir með annan fótinn inn á markaðinn. Þeir hafa sýnt þessu verkefni mikinn áhuga í gegnum kjarasamningana þar síðustu minnum við hafa verið. Já, og eru niður síðustu 3 kjarasamninga þá hefur verið alveg stuðningu við það að auka fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða í húsnæðisfélögum sem annað leigi út eða byggja upp húsnæði, hagkvæmt húsnæði og það er búið að auka þær fjárfestingaheimildir upp í 50%, voru 20% hámarki. Þannig að það er margt jákvæmt þannig að gerast. Þetta komið ljós hvort að lífeyrissjóðnir séu eitthvað skárri eigendur heldur en kapitalistarnir. Það ekki alltaf þannig. Lífeyrissjóðnir ekki skárri eigendur að högum eða... Nei. En eins og ég segi, þú veist, við erum inn í þessu verkefni okkar, eins og þegar við komum blæverkefnum á stað, þá er ákveðin hugmyndafræði. Og hún byggir á nægilega góður í ávöxtunarkröfu fyrir lífeyrissjóðina að þeir geti vel við unnað og miklu meira og velrúmlega það. Og til þess að laða að lífeyrissjóða sem langtíma fagfjárfesta í svona verkefni þá þarftu ekki bara að koma með eitthvað Excel-skjal og hugmyndablað og þarf nánast að vera tilbúin með hugmyndafræðina fysiskt. Við erum búin að byggja fyrsta verkefnið. Við höfum verið að fá tölurnar úr því og það kemur gríðarlega sterkt út og öll okkar plön og allar okkar væntingar stóðust og velrúmlega það. Hvað var það? Þá hefur við blæ. Hvað var það hagkvæmni? Hvað var það bara svona hugmyndafræðilega niðurstöð eins og við lögðum upp með? Þetta sé góð fjárfesting til lengri tíma án þess að sé vera okra á leigjendur. Já, og leigjendur sem að það var stór stund þegar við afhentum fyrstu leigjendunum sem komu þar lyklana og það var undantekningarlaust að þar var fólk að lækka húsnæðiskostnaði sinn 120.000 og meira í rauninni ráðstöfunarkrónum. Sem líkildi kannski 200.000 krónur á mánuði í launum. Já, og rauninni ekki nóg með það. Þarna var fólk líka að komast inn í nýjar íbúðir. Ekki kjallaríbúður, ekki gamalt í hæsta gæðaflokki og rauninni voru að fá þarna húsnæðis og búsetuöryggi til lengri tíma heldur en kannski það hefði þekkt áður. Það er eitt að... Samfram á börninni geti verið í sama skóla og útskrifastofur? Já, það er þá undir fólkinu sjálfu komið og það er eins og inn í Bjargi þá ertu líka komin inn í kerfi það sem að Bjargi hefur byggt í flestöllum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu og víðar land það sem að til dæmis eins og í Bjargi þá 166 kennitölur eða einstaklingar sem að leigja hjá okkur á svokölluðum flutningslistum sem annarkvort að bíða og fá þá forgang í stærri íbúðir eða vilja skipta yfir í önnur hverfi. Þetta öryggið er mjög vanmetið í þessari jöfnu allir saman að fólk hafi bæði fyrir börnin, stöðuleikan, búsetu, öryggið, framfærslu öryggið. Leigjendur skilja vel hvað að segja núna. Það er kannski þeir sem að eiga húsnæði og sem átt að sig ekki á þessu hvað þetta er mikilvægt en þú heyrir þetta er bara það sem að leigjendur tala fyrst það er náttúrulega okrið en síðan það þetta óryggi sem að leiði til þess að fjölskyldan sífellt að flytja. Já, þess vegna höfum við einmitt verið að vinna og eins og átakshópurinn núna er ekki bara að skoða fyrir þá tekjulegstu, við erum að skoða í sjálfu sér hvernig við sjáum þennan húsnæðismarkað til framtíðar. Þetta því miður ekki, þú veist, þegar þú tekur við svona, óbúrslega flóknum og stórum vanda
og þarft að byrja á nulli eða byrjunarreit og þú dregur ekki íbúðarhúsnæði eða byggingar út úr erminni þetta tekur tíma og þetta ferli. En ég held að það verið eftir Grindavík eða hvort það var eftir flóttafólki frá Úkraínu. Það var fyrir séð og ég man að leigjendasamtökin lýstu yfir að það verið fyrirsjáanlegt var bara neyðarástand á húsnæðismarkaði. Og þá man ég tala við þá varstu formaður VR og þá varstu að tala að þið værið að skoða svona fljótari uppbyggingu á húsnæði sem að væri svona svar við því neyðarástandi sem að væri að við þyrftum einmitt, eins og þetta segja á þann, að draga töluvert magna af íbúðum út úr erminni. Já, og meiri segð það ekki alveg. Það verður bara stoppað að þið kemur með tillögur að mótaða tillögur, lentu bara á einhverjum veggin í stjórnkerfinu nú, þú inn í stjórnkerfinu, þú getur breytt þessu. Já, ég get svarað þessu að það sem ég var að tala varandi að draga út úr erminni, þá er ég að tala þessa stærri massívar uppbyggingu til framtíðar. Og það þýðir að það þarf að brjóta nýtt land. Við erum auðvitað að horfa á til framtíðar svæði sem að Sundabraut mun tengja og þá erum við að horfa á Kjalarnesið og Víðinesið og fleiri fleiri Geldingarnesið og rauninni fleiri svæði sem að hafa tengingu við þessar stofnaðar út úr borginni. Við erum líka að skoða stærri svæði ekki bara á Reykjavíkursvæðinu heldur annar staði líka. En það sem við vorum að tala varandi í kringum Grindavíkur málin að það var verkefni sem við vorum búin að þróa og þessi hugmynd og þessi verkefni eru físisk og þau eru til. Það eru einingarhús sem við hönnuðum, þetta er svokallar módularhús sem við vorum gagnrýnt mikið fyrir í Bjargi að reisa á Akranesi á sín tíma. Að við fórum í að gera tilraunaverkefni hvort það væri að framleiða svona módularhús á Íslandi og það verkefni tókst. Það er svo við að gera þetta í Svíþjóð mikil uppbygging á svona húsum. Já. Og fyrsta verkefnið raunir reis á Selfossi, bara hinum með við verksmiðju Eskihús á Selfossi og það verkefni kom bæði tímalega, gæðarlega og fjárhagslega myndi ég segja betur út heldur en verkefni sem við fluttum inn frá Austur-Evrópu og það sýndi okkur að við gátum gert þetta hérna heima og þess vegna buðum við stjórnvöldum á sínum tíma þegar að neyðin var fyrir sig að neyðin yrði gríðarleg til skemmri tíma að byggja svona bráðabirlausnir og gátum boðið 200-300 íbúðir á réttinu við 8 mánuðum fyrir kláruðum og afhendum með þessari hugmyndafræði. Þeirri leið var ýmist, ég segi kannski ekki hafnað, henni var aldrei svarað. Við erum að vinna í þessu máli núna, en það sem við þurfum að gera og hefðu þurft að gera bara strax í upphafi, þá þarf að fara í ákveðnar reglugerðarbreytingar, breytingar á skipulagslögum til þess að þetta sé raunni hægt, af því að þetta er ekki oft eru inni lagalegu og skriffinsku ferlarnir geta stundum bara hreinlega verið flóknari heldur en byggingarnar sjálfar sérstaklega þegar þú kemur með eitthvað nýtt og þú ert í aðstöðu til þess að breyta því núna og þetta er eitt af því sem átakshópurinn er að vinna í við vorum að klára annað verkefni sem varðandi þetta, við gætum séð þá svona þyrpingarhúsa svipað og viðlagsjóshús sem eru víða á Suðurnesju til dæmis og margir þekkja hverfið hérna upp í Fellahverfi sem er mjög vinsælt hverfi Keilufellið sem er orðið meiri 50 ára gömul hús. Dásamlegt að rölta það hverfi og sjá einmitt að þessi hús sem að mörg hver hefur vel við haldið og eru algjörlega upprunalega gluggar og annað að hvað þetta er í sjálfu sér og þessi hús mörg hver sem voru fluttin á þeim tíma voru skilgreind sem hálfgeir bráðabirgðahús og en okkar lausnir eru ekki bráðabirgðahús, þetta er rauninni bara hús það sem við höfum verið að kalla eftir er að fá byggingaland til þess að geta sett niður hús sem að verði síðan færð á endanlega stað, þau eru í hæsta gæðaflokki og allt það, við erum með þá að reyna þetta er aðeins flóknara, þá er þetta ekki að byggja húsin heldur að finna þeim stað og það er það sem að hefur reynst erfiðara heldur en maður kannski hefði ætla. Akkur er það erfitt? Nú myndi ég halda að það væri sveitafélög hérna, vantar nú ekki fjölda þeirra, að það væri eitthvað sveitafélag sem maður myndi segja bara já takk. Ég sjá, tökum bara til dæmis Kópavog sem dæmi, við höfum margoft bara til dæmis í verkalýðshreyfingunni, bæði boðið Bjarg og blæverkefnin þar, hafa ekki viljað sjá okkur.
og vilja greinilega lítið með tekjulægri hópa að hafa, heldur hafa farið með allt byggingarland, alla lóðir á uppbóð og selt hæstbjóðandum. Það er þessi pólitískt að þau vil ekki fá hérna einhverja kommunista sem leigja hjá Bjargi inn á kjörskrá. Þetta bara pólitísk stefna. Það sem að hefur aftrað okkur í hraðar uppbyggingu bæði hjá Bjargi og Blæ bara rauninni byggingar hafa lóðir að því að þeim bara einfallega ekki til að dreifa í borginni nema á þéttingarreitum og að byggja á þéttingarreit. Við erum til dæmis að byggja núna á Hálsbrautinni hérna Hálsbrautar og Miklubrautar. Þar að rísa Bjargshús. Ég veit alveg að fólki blöskrar hvað eru nálagt stofnaðanum. Já, mann bregður þegar maður gerir framjá. Já, en hönnunin hún áttur að koma fólki óvart. Þetta verða góð hús. Það er mikið lagt upp úr hljóðvist og slíku. Þetta verður til fyrirmyndar. Síðan erum við með niður á Valsreit, eða Hlíðarendasvæðinu, að þar erum við með verkefni sem nánast tilbúið til framleiðslu en þetta eru á þéttingarreitum, þetta dýrara fyrir okkur en það ekki það með sagt að við getum ekki byggt en þetta snúnara. Það miklu auðveldara fyrir okkur að byggja í úthverfum á nýjum skipulögðum svæðum. En getur Reykjavíkurborg ekki komið til móts við ykkur af því að það skiptir máli í hverfum að þau séu svona eðlileg samsetning ólíks fólks auðvitað það sem virðist vera stefna á Kópavogs að hafa bara einleitan hóp. En það skiptir máli að stundum sagt að það sé að Fellahverfi hafi verið mistök. Ég tala við fólk sem ólst upp í Fellahverfinu, ég heyri engan af þeim tala illa Fellahverfið. Þau tala þetta sem rosalega svona samstæðan hóp sem varðar og lýsa því sem utanakomandi finnst kannski vera hráslagalegt sem gott svæði og góða minningar. Þetta það ekki þannig að þetta sé alltaf verið bara sikur rjómi, það ekki þannig. En þannig tala þeir sem alveg upp. Það hefur verið talað það í borginni að það sé hættulegt að leyfa of mörgum af svona tekjulægri fjölskyldum að vera saman. Það geti skapað félagslegt vandamál. En það náttúrulega líka félagslegt vandamál þar sem að vantar fjölbreytni í hópin. Það orðið félagslegt vandamál í hverfum eins og 107 sem orðið mjög einhæft. Krakkarnir sem fara í Melaskóla og Hagaskóla, þetta allt meira og minna hinn menntaða millistétt sem þar Okay. Það félagslegt vandamál hversu tekjuhópurinn líkur í Fossvoginum eða Garðabænum og öðru slíku. Mætti Reykjavíkurborg ekki koma bara til móts við ykkur á þessu þéttingarríki til þess að fá þar tekjulægra fólk inn, kannski einstæða mæður og alls konar fólk sem að vinna bara verkamannavinnu og annað slíkt til þess að blanda hópinn, þannig að það sé ekki bara fólk sem á efni á lúxusíbúðum sem að býr í sama hverfinu. Reykjavíkurborg hefur gert það. Hún hefur gert það þýleitun til og sem mikilvægt að halda til haga að okkur hefur staðið allar þeirra opnað þegar kemur að þéttingarreitunum og því sem þeirri félagslegu blöndun sem við höfum hugsað og við erum mjög upptekin af félagslegri blöndun bæði á vettvangi Bjargs og Blæðar. Þær eru dýrari og vaxtastigið auðvitað hjálpar okkur ekki en það kemur ekki veg fyrir að við byggjum. Það margir sem halda að það séu alltaf hafa vextur og þess vegna fólk ekki að byggja. Þeir sem að fjárfesta og græða sem mest að þeir sjáu þetta hag sinn í að bíða eftir að fasteignaverð hækki enn meira í staðin fyrir að fara í að binda peninga í hálftómu fasteignum eins og virðist verið að gerast núna. En borgin hefur verið það og ég tek til sem dæmi til dæmis í Vogabyggðinni sem nýja hverfið í framhaldi af Sundahöfn. Já, einmitt. Frá Sundahöfn að Elliðaám. Þar fekk Bjarg til dæmis, það svona hverfi sem ég myndi svona flokka undir svona innan gæsalappa segi vegna þess að hvað high-end hverfi eða svona dýrara hverfi. Þar fekk Blær úthlutað einni bestu lóðinni á því svæði og mér fannst það svo stórkostlegt þegar við vorum að afhenda íbúðarna þar að þarna var tekjulægstu hópar samfélagsins ef við horfum bara á vinnumarkaðinn að voru að fá þarna íbúðir, útsýnisíbúðir á besta staði í hverfinu innan ríka og fína fólkið en ekki bara úthlutað eins og til dæmis
kannski félagsbústaðir fá kannski íbúðurnar sem seljast ekki eða þú veist á neðstu hæðunum þar sem að kannski birtuskilur eru hvað slökust. Við erum líka að hugsa þetta að það eru gæði, það þurfa að vera gæði fyrir alla, ekki bara suma. Þessari þróun sem verið en þessari þekkjum, þetta er svo Skúlagötunni og Austurhöfninni, þar sem að bestu lóðirnar í Reykjavík eru fyrir hina ríku og jáfnvel að þeir byggja svo hátt að þeir sem eru búið á bakvið og eru fátækari að þeir missa útsýnið. Þannig það svolítið í ykkar íbúðum í svona framhaldi af Íslands bankalóðinni. Er það ekki? Nei, sko það árið þessi litlu fallegu húsi ykkar í svona bakvið stærri hús. Já, við erum með sko baklóðuna þar, gríðarlega vel hefnu hús, óbúslega flott og ég held að þessi allir sammála þar sem að koma þar litavalið og það, en við erum líka frá húsunum þó þau snúi að þessum stóru byggingum og þá ætti fólk að fara þarna bakvið og í inngarðana og þau eru gríðarlega skemmtileg þar. Það er ekki allt sem er séð, þetta er bara sem er hringbrautina verkamannabústaðan þar að fara inn í miðjuna. En það sem ég vildi segja sem er Breiðholtið, þetta skiptir félagslega blöndu máli og ég er náttúrulega fæddur uppalinn í Breiðholtinu, fæddist í Írabakka 22 í neðra Breiðholti og flyt eitthvað held ég 4-5 ára aldurs upp í Austurberg 20 með glugga úr stofunni yfir viðlagsjóshúsin í Keilufellinu og Austurbergið er mitt á milli Fell og Breiðholtskörfis og ég er alveg sammála því að sko alast upp í Breiðholtinu var stórkostlegt og öll þessi félagslega tengsl bara fyrir þann lúksus að geta verið á sama stað öll uppvöxtarárin haldið góðum vina og fjölskylduböndum. Samheldnin hjá fólki var á einhverju öðru stigi heldur en maður hefur sko áður þekkt. Það var meiri samkennd. Ég myndi segja kannski vandamálið þar voru svolítið þau að þá var verið að byggja svolítið að svona fél og blokkum og það myndi ég segja hafi verið svona mistök sem að búið að vinda töluvert ofan af þeir sem að höllustum fæti standa í okkar samfélagi þeim er dreift mjög mikið inn í samfélag, það er að segja þú veist ekkit endilega að sá sem býr á annari hæðinni til vinstri sé í félagsíbúð nema að vera með hússjóðun og sjá hver borgar reikningin eða framkvæmdurnar eða slíkt og það er með skoð félagslega blöndun. En líka við má ekki sjóta inn að við höfum svolítið talað þá sem á ólust upp í þessu blokku. Á móti er þetta óhagkvæmt en þetta myndi ég segja, það eina sem ég upplifa á þessum tíma var að það voru þarna félagslega blokkir og það höfðu á sig stimpil, það var eina. Já, það sem að komið að því að við tala við fólk sem hefur alist upp í þessu hverfum og meðal annars í verkamannabústöðunum og ég man eftir bara þegar verkamannabústöðunum Siglufirði sko, sem eru sko 70 ára gamlir eða eitthvað sko, þá var fólk að tala það sama samheldinu sem var þannig. En varðandi sko félagsbústaðablokkinnar að þá var fólk sem að benti á það hér að það var stefna þannig að þeir sem að höfðu aðgengi að félagsbústöðum voru þeir sem að voru allra tekjulegstu og margir bara voru öryrkjar eða með mjög lága tekjur og fólk sem hafði ýmiss konar vanda, áfengis og vímuefna vanda og annað slíkt að fólk lýsti þannig fyrir mér sko að það var allir settið bara í sama skúffu og svo var einn stigagangur upp í Breiðholti og þá var fátæk 3 barna einstæð móðir og síðan voru fátækur öryrki og svo var fólk sem var með eitthvað mikinn sko geðrænan og fíkni vandamál. Þessu var öllu skóplað saman að því þetta var bara sami hópurinn frá sjónarhóli í félagsbústaða. Já. Þetta var bara alvarleg stjórnuna mistök félagsbústaða árum og áratugum saman. Þetta var vandinn en hann er ekki til staðar í dag. Þetta hefði breyst. Þetta hefur breyst mjög mikið og þú veist, við til dæmis í Bjargi, við erum að byggja mikið fyrir félagsbústaði, þau taka ákveður hlutfall af íbúðum sem við byggjum. Auðvitað vill maður sjá meiri félagslega blöndun, það er að segja, þú veist, ég hefði ekki viljað sjá blöndun með sko tekjulegsta hópunum sem við erum að byggja fyrir að félagslega blöndunni séu félagsbústaðir. Ég hefði frekar viljað sjá svona blöndunar kannski frekar meira upp á við en við erum mjög meðvituð þetta og út af því
og það stóð alltaf runni til að félagslega blöndunin væri meiri með því að blær og bjarg átt að fara af stað á sama tíma. Það sem gerist í sjálfu sér að það tekst að fjármagna blæ með lögum almennar íbúður og stofnframlögum, en það tókst ekki að fjármagna blæ, þannig að blær fer að stað miklu seinna. Blær í eigu, félagið í eigu ASI og BSRB, þannig að það var alltaf hugmyndin að blanda á milli og það er ennþá hægt, þannig að það er, þú getur farið í þessa meiri félagslegu blöndun eftir á og þannig að en aðalatrið sem ég ætlaði líka að koma inn á varandi það sem er verið að hamla uppbyggingunni eru eins og sé, það eru að við fáum ekki nægilegt magna byggingarhæfum lóðum, þetta gengur allt og hægt. Borgin hefur staðið sem mörguliti vel, þó ég ætla ekki kannski að missa mig einhverju hrósit varandi borgina vegna þess að það hefur bara allt og lítið verið gert í að brjóta nýtt land og sveitafélögum bara í heild sinni hefðu átt að gera miklu meira og meira saman til þess að taka á þessum vanda og ábyrgðin er svolítið þar. En við höfum verið með þetta svona 200-300 íbúðir í byggingu á hverjum tíma, hverjum tíma hafa verið 200-300 íbúðir í framleiðsluferli hjá okkur og þetta fór alveg niður í, fór undir, ég held ég bara 60 íbúðir á tímabili, við erum með 90 íbúðir núna í byggingu, en þetta er búið að vera gríðarlega mikið hark hjá okkur að fá byggingarhæfa lóðir til þess að byggja inn í þetta kerfi, þó að getan til þess sé margfalt meiri. Og þess að það skiptur okkur svo miklu máli og ég bind svo mikla vonir við að verkalýðshreyfingin og BSRB og Reykjavíkurborg að þeim takist að koma þessu að mínum að þetta er stórkostlega verkefni upp í Úlfarsárdal á koppinn mjög fljótlega, þannig að það verði hægt að byrja að hanna og skipuleggja, fara í gatnagerð til þess að byggja rauninni upp svona fyrsta fasan af hverfi á forsendum þess sem að markaðurinn er raunverulega kalla eftir með góðri, skynsamlegri félagslegri blöndun. Þannig að þetta með markaðin sem er þá bara fólk sem er að reyta sér húsnæði og þetta ekki að tala markaðin sem að viðskiptaráð vera mæra. Já, það er markaður viðskiptaráð, þá er ég bara að tala um bara það sem almenningur þarf og það sem almenningur er að kalla eftir og ekki bara til leigu. Við erum samhliða þessu erum við í átakshópnum og auðvitað í samvinnu við verkalýðshreyfinguna bara gegnum síðustu ár að þróa nýja leiðir að svona félagslegu eignaíbúðakerfi og það er bara í skoðun og ég vonast til þess að samhliða því að þessi uppbygging komist á almennilegt skrið að þá verði hægt að kynna nýja leiðir af einhvers konar kauplegu kerfum eða við höfum skoðað til dæmis kerfið eins og Óbós í Noregi og fleiri kerfi sem er ekkit endilega á einhverju svona það náttúrulega eru stofnuð á félagslegum grunni en eru orðið sjálfbar í dag en við erum að skoða, við erum að hugsa fyrst og fremst að grípa fólki sem hefur ekki komist inn á markað. Það kemur að því sem ég vil langa að spyrja þig. Og gamla fólki þetta líka. Þegar við verum að tala því að svo mjög út af afleiðingum þeirra húsnæðisstefnu sem við rekin en það síðan 20 ár sem hefur eiginlega grafið undan séreignarstefnunni, þannig allavega tekjulæra fólk sér ekki fram á að geta eignast húsnæði og er dæmt til þess að vera leigumarkaði og þeir eru með ýmsar aðgerðir, verkalýðshreyfingin og núna líklega stjórnvöld að búa til svona eðlilegri leigumarkað fyrir tekjulægri hlutan og blær tegir sig eitthvað aðeins herrað upp. En þetta eru svona viðbrögð við afleiðingum af húsnæðisstefnunni og hversu margir sitja eftir á leigumarkaði. En það er gömul krafa bara úr verkalýðshreyfingunni og bara innan úr þjóðarsálunni að fólk á verkamannalaunum, segjum bara hjón á verkamannalaunum, að þau að geta keypt sér húsnæði. En það er ekki raunin í dag, það er ekki fræðilegu möguleiki. En við þurfum ekki að fara, verkamannabústaðnir voru byggðir til þess að fólk hefði efni á því að eigna sér húsnæði. Það var litið svo á að ef að þú ert í fullri vinnu og ert með tekjur og þá átt þú náttúrulega að geta keypt húsnæði fyrir þig og fjölskylduðina. Að sjálfsögðu, þetta eru grundvallar mannréttindi og þannig nálgumst við málið og hluti af þessari vinnu sem við erum að vinna er að finna leiðir til þess að endurvekja slíkt kerfi, að gera fólki kleift til þess að komast inn á markaðin með einum eða öðrum hætti og fá þennan svona þessa tilfinningu fyrir því að eignast eitthvað eins og margir þrá
og þetta hefur sjálf sem verið viðbrað allstaðar í öllum samanburðarlöndum, það sem að hafa, þú veist, eins og ég myndist hérna á, sko, með AFB í Danmörku sem held ég með eitthvað 25.000 íbúður á bara Kaupmannahafnarsvæðinu og víðar, og þessi risastóru, sko, félagslegu leigukerfi, Óbos í Noregi sem í sjálf sér, þú veist, skilgreint sem óhagnaðardrifið af því það greiðir ekki arð, búið að byggja yfir 100.000 íbúður, Help to Buy prógrami til dæmis eins og í Skotlandi þar sem þeir bjóða sko 60% hlutdeildarlán þess að ríkið meðandi bara þannig að fólk fái sko þú veist að þá það að hugsa viðkvæmustu hópa samfélagsins mjög jaðarsetta hópa til þess að þeir fái svona sense of ownership eins og þeir kalla þetta bara hvað er félagslega mikilvægt að hugsa til þess að þátta og ekki kannski að því að við teljum að það sé gott fyrir fólkið heldur að fólkið að biðja þetta sjálft það vil eiga þú veist, það vil eiga og þú veist, auðvitað erum við líka með markaði eins og í Þýskumælendulöndum og sérstaklega Sviss þar sem að sko, þú ert með sko, mikið meiri hluta af fólki sem er í leiguhúsnæði og þar þú veist, hvað ég segja leigumarkaður, þar bara það stöðugur og þroskaður, en það mun taka áratugi að byggja upp slíka markað og það hefur ekki ennþá tekist í raun að byggja upp slíka markað í Skandinavíu, þú veist, það eru biðlistar inn í flestöll kerfi ennþá. Það er kannski að þau uppbygginginu, það var hægt á uppbygginginu, sérstaklega í Svíþjóðs. Já. Og sömuleyti orðið svona braskvæddari húsnæðismarkaðar í Noregi heldur en var fyrir 20 árum. Já, og Bretlandi, það er bara staðan skelfileg, þó þeir hafi sko náð einhverjum árangri með svona hlutdeildarlán á sínum tíma, ég held að það byrja 2017 eitthvað upp á því. En allt þetta afleiðing þess að það sem að viðskiptaráð til dæmis hefur kallað eftir, allt þetta afleiðing þess að markaðurinn hefur engan veginn tekist að ná utanum þarfir og rauninni það sem að þau grundvallar mannréttindi að tryggja fólki þak yfir höfuð á viðráðanlegu verði og sko tryggja raun bara fólki almennt bara góð búsetuskilyrði og það, mér finnst það ótrúlegt að þetta skuli ekki vera að sko hvað sé hagsmunasamtök sko auðvalds og atvinnulífs skuli ganga fram með þessum hætti vegna þess að þetta er eitthvað sem hefur verið að þrýsta á hvað sé kaupgjaldið, launahækkanir síðustu ár, það er vaxtastíð og það er húsnæðismarkaður og húsnæðisverð og það er aldrei svigrúm til þess að hækka laun eða nokkuð slíkt. Það hefur aldrei verið í sögunni verið svigrúm til þess, þrátt fyrir mikla og góða afkomu atvinnulífsins að þá kemur það mér alltaf á óvart hversu harkalega bæðis samtök atvinnulífs og sérstaklega viðskiptaráð sem er nú bara glervegg á milli í Borgartúni 35 að hvað eru tilbúin til þess að berja niður þó þetta litla sem okkur hefur tekist að gera. Já, mér það er alltaf óskiljanleg afstaða samtaka atvinnulífsins að vinna gegn lagfæringum á húsnæðismarkaði. Því ég myndi ætla það ef að þú ert eitthvað fyrirtæki að launakröfunar sem að þú færð er að langstærstur hluta má rekja til hækkunar og húsnæðiskostnaði. Þannig það ætti að vera hagur þeirra sem er að borga fólki laun að húsnæðismarkaðurinn sé ekki þessi ótemja sem hann hefur verið. Þetta hefur ég aldrei skilið þetta okkur samtök atvinnulífsins standa alltaf með braskarunum. Ég veldur ekki skilið þetta en það bara virðist einhvern veginn þessi fíkn í að stjórna og drottna yfir öllu sem að hægt er að græða peninga á virðist vera bara einhvern veginn sterkari heldur en öll skynsemi. Ok, segjum að ég vinn í byggingavinnu, ég er bara handlákari í hafnarbyggingum. Kona mín er herbyggis þarna niður á Íslandshótelum. Við höfum ekki efni á að við fáum ekki greiðslumat til þess að kaupa íbúður því að þær eru svo dýrar að við ráðum ekki við það. Og þeir eru að tekja á til þess að komast inn í bjarg? Við erum að tekja á til þess að komast inn í bjarg. Og það sem meira er að sko leigan sem að við þurfum að borga hérna á ótömdu markaði er svo há að eiginlega megnið af okkar ásaman fyrir í að borga ykkur ógurlegu félagi. Þú ert í átakshópi ríkisstjórnarinnar. Hvað ætlar að gera fyrir okkur, Jónin? Við erum, eins og ég sagði áðan, við erum við erum maður er eins og spórhundur að reyna að finna einhverja einustu byggingar hafa lóð sem að mögulegt er að koma í. Við erum að reyna að biðla til sveitafélagana og erum að setja ákveðna vinnu í gang til þess að fá þau, eða búa til hvata hreinlega til þess að fá þau í samstarf. Við erum auðvitað með ákveði verkefni í gangi en
þetta auðvitað hverginari nóg til þess að taka á vandan, en þetta eitthvað. Við erum líka núna að vinna í að setja frekari hömlur á útlegu til ferðamanna og vonandi náum við að koma einhver á stað með haustinu þar sem að gæti þá vonandi losað einhver af þeim 1000 íbúðum sem að hafa verið teknað frá fyrir ferðamenn, en það auðvitað tryggir ekki endilega lægri leigu, en síðan erum við líka að greina í sjálfum sér hvað við getum gert til þess að breyta húsaleigulögum, hvað löggjöf við getum gert og breytt sér til þess að koma einhverju skikki á stjórnlausar hækkanir Þetta svo langt í fremtíðinni maður geti sagt við einhver myndir ráleggja okkur hjónunum að bara skilja, konan geti farið á biðlista hjá ykkur, hann var með 3.392 á biðlista eftir Bjargi 3.801 3.801 en þú veist, þetta okkar viðleitni í að reyna að setja út alla anga til þess að reyna eftir fremsta megni að takast á við vandan allstað þar sem hann ekki bara að bíða eftir því að við getum farið að byggja á stórum uppbyggingarsvæðum brotan í land, þetta tekur tíma við erum líka, eins og ég sagði, að þú veist við erum að búin að kortleggja allar mögulega ríkislóðir sem við getum byggt á við munum koma með tillögur vonandi bara, ef ekki sumar þá bara strax í haust varðandi skammtímalegu til ferðamanna það frumvarp núna varðandi skráninguna til þess að bara ná betri stjórn á leigumarkaðnum og líka varðandi skammtímalegu til ferðamenn, það eru komnar fram breytingar sem að eiga að búa til neikvæðan hvata fyrir fólk að leigja í gegnum Airbnb fleiri en eina eign. Þannig að þú veist, það eitthvað örlítið verið að gera en hluti okkar ef við hjónin byggjum í Danmörku þá getum við leigt örugt og ódýrt húsnæði í Danmörku á venjulegum verkamannalaunum sem að vera í eigu, verkafélögin tóku þátt í að byggja það upp gamlar stofnanir í Svíþjóð þá það leigufélög sveitafélagana það sem ekki þess að ströngu mörkum að þú þurfir eiginlega að vera blá fátækur til þess að komast inn Hvað, ef við myndum ágræðu við að borga hér 150 skall á mánuð í eitthvað Íslandsgjald bara mjög langt fram í framtíðina því að lausnirnar þínar það er ángur til að koma til okkar hjónana ég myndi giska á bara 15 ára eða eitthvað Já, ef þið vantar 60 hjúkrunarrými fyrir eldra fólk og það er ekki búið að skipuleggja neitt, það er ekki búið að það er ekki til lóð, það er ekkert til þú þarft að byrja ákveðnu byrjunarreit þá er útilokað að redda þessum rýmum eða þessum íbúðum nema að fara í þá ferla þá lögbundu ferla sem þarf til þess að byggja íbúður við erum bara með þennan vanda í höndunum núna og við erum að reyna að gera allt sem við getum og okkar valdi stendur til þess að leysa hann ekki bara með einu úrræði eða einhverju einu hverfi við erum að reyna að gera þetta með margþættum hætti og ég bjartsýnn á að við munum ná meiri árangri heldur en hefur náðst síðustu ár og með allskins loforðum sem hafa komið hér fram með húsnæðisáætlun sem hafa bara það sem bara sagt ekki staðist við munum koma með leiðir til þess að þrengja meira að útlegu til ferðamanna og gera fleiri það sem þú ert að lýsa í samanburði til þessi Svíþjóð og Danmörk þetta einfaldlega ekki til staðar hérna í Íslandi þessar íbúðir ekki búið, þær eru eigu auðhringja, þær eru eigu stóra leigufélag sem svífa steinskís og þetta bara staðan og þú veist og ég vildi óska þess að maður gæti gert meira heldur en maður að gera Þú skilur óþjóðlega með okkar hjóna sem að líkjum bara á vígvellinum og þú ert að koma og bjarga einum og við heyrum það svona eitthvað í fjarska en við hefum ekki trú að því okkur verið bjargað bara Við munum bjarga meira heldur en einum við munum hafa meira impact á markaðin ég ekki nokkur vafið það en bara búið sem að þú tekur við það bara svo, hvað maður að segja það bara það allt, þú veist, það bara rjúkandi rúst og ég hef kosið að nálgast málið þannig að dvelja ekki við endilega stöðun eins og hún heldur reyna að fókusera á þeim hópi sem ég stýri í þessum hópur að gríðarlega öflugu fólki að það allir mótiveraðir í að hlaupa eins hratt
gera hlutin eins vel og kostur og reyna að keyra málin eins rætt áfram á þess að dvelja við orðin hlut. Það bara einfaldlega ekki boði. Við getum ekki leyft okkur að eyða of miklum tíma í að tala skelfinguna, hvernig hún hefur fengið að þróast, hver ber ábyrgð á henni. Við verðum bara að setja hausinn fram og brettu bermar og það mitt hlutverk og ég vona að ég standi undir því. Hluti af húsnæðismarkaðnum náttúrulega vextir og þú tókst þátt í að gera kjarasamning síðast sem að var, við tölum það þetta væri svona veðmál að það myndi takast með því að launafólk setti sig við hóvarar launahækkanir, að það myndi leiða til þess að verðbólgan myndi minnka sem að myndi draga niður vextina og þar kæmi inn bæði hagur fyrir þá sem skulda íbúðalán, að þeir myndu þurfa að borga minna og líka myndu opna færi fyrir aðra til þess að komast inn á markaðinn því að vextir halda fólki frá húsnæðismarkaðnum og halda þeim út á leigumarkaðnum. Síðustu verðbólgumælingar voru vonbrigði. Já, voru vonbrigði en voru því miður kannski ég hafði áhyggjur af þessu og ég held ég sé búin að koma í nægilega mörg viðtöl til þess að Þú er oft sagt hér að þú treystir ekki alveg það að fyrirtæki myndu standa við sitt að þau myndu halda aftur að verðhækkunum. Nei, þetta meðal annars ástæða fyrir því ég vildi ganga harðar framvarandi forsendaákveðin til þess að setja í sjálfu sér atvinnulífinu stífari skorður varandi að standa við sitt og halda sjó. Margt hefur svona gengið ágætla en ég hefði viljað sjá miklu meir og betri árangur það sem að til dæmis verðbólgumælingarna núna þar voru flugfargjöld meðal annars gríðarlegar hækkanir þar sem að hafa mjög neikvæð áhrif á vísitöluna. Húsnæðismarkaðurinn ennþá að hafa áhrif verðhækkunar sérstaklega innlend framleiðsla síðustu mánaða opinber gjöld, það einhvern veginn og matur það náttúrulega staðreynd að húsnæði og matur og hækka mest sem að kemur illa við þennan hóp sem við erum búin að mest tala núna sem er á lágum tekjum þau öllum sínum allir sér innkomi í húsnæði og mat. Þá var að vísa í innlenda framleiðslu þá var meðal matvælaverð og fleira, það alveg hægt að greina það niður lið fyrir lið nákvæmlega hvað það sem að ýta upp vísitölunni mánuð fyrir mánuð og sömuleiðis líka 12 mánuði aftur í tíman og ég held að þetta auðvitað vonbrigði, mikil vonbrigði en fyrirséð auðvitað en ég vil líka tala það að þetta háa vaxtastig og hefur verið að keyra upp til dæmis húsnæðisverð. Mér finnst dapurlegt að hlusta á röksemdir seðlabankastjóra og varaseðlabankastjóra fullyrða að hátt vaxtastig hafi ekki áhrif á verðlag. Þetta séu ekki sömu kostnaðarkrónurnar sem að fyrirtækjan runni velt út í verðlag og í sjálfu sér með ólíkindum. Þannig að ég held að þetta Ásgeir Jónsson, hann hlustar ekki á þig sko. Nei, hann bara ósammála og hann ræður sko. Ég gerir mér alveg grein fyrir því og þess vegna ég held að þetta sé sko að staðan sem að við erum í núna að ég líka þeirra skoðunar að það sé full mikil hvað þessi svona undirliggjandi krafa Seðlabankans á stjórnvöld að draga úr draga úr spennu og mikil krafa á niðurskurð. Ég held að það sé eins og ég held að það kannski lýsir sér svolítið í því bara að rauninni hvað Seðlabankinn hefur orðið mikil völd í íslensku samfélagi rauninni alvald þegar hann getur í sjálfu sér þvingað ríkið til þess að reka sem ákvæmum hætti, skera niður verkalýðshreyfinguna til þess að semja lágar hækkanir sem að rauninni engan veginn kannski í takti við það sem að launafólk bara almennt skilið og þarf til þess að lifa af og það ekki við félaga mína í verkalýðshreyfingunni fyrir að sakast alls ekki. Ég myndi aldrei ásaka þau eitt eða neitt. Ég myndi frekar skella skuldinni á bara gríðarlega þrýsting Seðlabankans, óeðlilegan að halda launafólki í gíslingu hárra vaxta án sýnilegar innistæðu.
En fyrir mann sem formaður í átakshópi húsnæðismál, ef að næst á vaxtaákvörðandi verður bara óbreytti vextir, ekki lækkun. Það er alvarleg tíðindi. Já, það verður mikil vonbrigði. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn talaði nú það í nýlegri skýrslu að það sé 250-270 púnta svigrúm til lækkunar vaxta þetta árið og það sýnir rauninni bara að hann á annarri skoðun og Seðlabankinn á Íslandi eins og flest allir seðlabankastjórar í Evrópu. Það engin seðlabanki með jafn háa raunvexti á stýrivöxtum og íslenski seðlabanki. Þetta er algjörlega gali. Hvergi sem að fjármagn annað eins vend eins og Íslandi. Og það er allt og lítið talað þetta, finnst mér, að þetta eins og fíllinn í stofun, það er einhvern dansa allir í kringum þetta og það eru ákveðin vonbrigði líka. En það sem að þrátt fyrir að hátt vaxtastig sé ekki að hjálpa til við uppbyggingu til þess íbúðarhúsnæði og letjandi í einhverju tilfellum, sérstaklega fyrir þá fjárfestar sem eru búin að setja allt og mikið eða þurfinni það búið að braska allt í botn, að þá hefur þetta ekki þau áhrif á okkur að geta byggt. Hér voru vextir mjög háir á 8. og 9. áratugnum og það var byggt. Við getum alveg byggt. Það er hátt vaxtastig sjálfur sér á framkvæmdatíma hefur neikvæð áhrif á endanlegt leiguverð en ekki það mikið að við séum stopp. Það sem að stoppa okkur fyrst og fremst í uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði er lóðaskortur. Ég meina vextir í dag eins og þeir eru. Þú veist, munið þeir lækka í næsta mánuði eða þar næsta mánuði. Við eigum ekki að vera að festa okkur akkurat í því þegar við erum að byggja til lengri tíma. Ef þú byrjar að byggja í dag, þú veist, segjum bara að það sé fyrsta skóflustunga og þú setja að fara afhent til 12-14 mánuði, það er kannski það sem þú þarft að horfa til eða samt til 2 ára þegar þú fer að skoða langtíma fjármögnun á til dæmis verkefni eins og við erum með. Þannig að vaxtastigið er ekki að trufla okkur, það hjálpar okkur ekki en það er alls ekki að koma í veg fyrir eðlilega uppbyggingu á húsnæðismarkaði síður en svo. Þegar það er svo lengi að byggja þá getur aldrei tekið svona mið af efnahagsástandinu sem er akkurat núna. En það mun örugglega breytast á byggingatíma. Það sjálfsögum að gera og það sem við höfum til dæmis gert að þegar að vaxtakjör voru okkur hvað óhagstæðust að þá tókum við til dæmis í Bjargirunni þá ákvörðun að til skemmri tíma að það ákveða að bíða með til dæmis langtíma fjármögnun. Við reynda gátum það geta það auðvitað ekki allir, að bíða með til dæmis að fara í langtíma fjármögnun á verkefninu þangað til við værum komið aðeins skaplegri aðstæður og þær eru svona smátt að mjakast í það áttina og við höldum sjó á meðan þannig að en þetta er síðan svo að koma í veg fyrir uppbyggingan sem slíka og hefur ekkert með hana að gera í því samhengi sem við erum að sjá hana fyrir okkur. Þannig að en þetta hjálpar það ekki vaxtastig til lengri tíma er einna stóru svona hreyfið þáttunum í húsalegunni hjá okkur. Það er að segja, þú veist, ef við tökum vexti niður 50 púnta á langtíma fjármögnun, það getur lækkað húsalegu hjá leigjandanum hjá okkur 1000 ef ekki 2000. Það ríkisstjórnin er rúmlega 100 daga gömul. Og starfshópurinn ekki nema held ég 50 daga. Ertu búin að setja þér markmið hvert þú ætlar að vera komið með þetta í lok kjörtímabilsins? Nei, ég ætla bara að reyna að djöflast í þessu eins og engins í morgundagurinn. Ég ætla að gefa mig allan í þetta og fagna bara hverjum einasta smá sigri síðan næ. Já, takk fyrir það. Hluti af því að þú ætlar að einbetra þetta er að þú ert ekki niður í þingi að tala veiðigjöld. Það eru aðrir félagarnir í því að verjast stórútgerðarflokkunum sem eru þar í stjórnarandstöðu. Já. Þess vegna hefur tíma til þess að koma hingað og ræða húsnæðismál sem að mér nú alltaf fundist vera svona mikilvægasta málið í íslensku samfélagi eiginlega frá hruni og sem að næri aldrei almennilega að verða svona höfuðmál. Ég átta mig ekki alveg á því. Okkur húsnæðismál hafa ekki orðið svona höfuðmál stjórnmálana. Ég er alveg sammálaður þar og kannski að því ég hef svona mikið brennandi áhuga á húsnæðismálunum og þau eru mér það mikið hjartasmál. Það er engin einstakur þáttur sem að dregur í jafnmikinu lífskjör í Íslandi eins og húsnæðismál. Nákvæmlega, þess skil ég þetta ennþá síður ef ég tek svona með þinn áhuga, þú veist, þá ég náttúrulega bara klóra mér hausnum yfir því og líka bara gagnvart fólkinu í landinu að hvaða hefur verið umburðarlynd gagnvart vaxtaþróun og þeirri stökkbreytingu sem að bara
stjórnendur okkar hagkerfi, Seðlabankinn og fleiri hafa boðið okkur upp á. Þetta, ég held að ekki nokkur staðar í samaburðarlandi myndi það líðast að fólk færi hér úr 150-60.000 krónum í afborgunum mánuði í 300-400 bara á einu bretti. Það myndi ekki komast upp með það og mér finnst það líka þessu refni. Ragnar Þór, takk fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og tala húsnæðismál. Takk fyrir að bjóða mér. En við verðum hérna áfram yfir Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélagi og okkur sjálf og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings.